og verið velkomin í áframhaldandi samræðu við Rauða borðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, það Arna Magnea Danks sem ég ræddi við daginn og hún var svo góð að koma aftur til mín og segja mér eiginlega svona, hún eiginlega svona eins og okkar fréttaritari, transfréttaritari má segja og mannréttindafréttaritari og okkur langaði til að ræða þetta sem að þú nefndi við mig sem að kallast Project 2025 já. Og sumir segja hvað kallaðist það lögbók Lúsífers? Nei. Leikbók Lúsífers. Já. Hvað þetta nú? Þetta sem sagt, það var hópur af fólki og hérna sem að tilheyra þessari svokölluðu réttrúnaða kirkju hérna í Bandaríkjunum sem að oft hefur verið nefnt og kennt við Biblíubeltið í Bandaríkjunum sem þessi miðvesturíki og hérna og þau skrifa þessa bók og þetta svona, má segja þetta sé svona ákveðin leikbók sem að verið að fara eftir sem að snýst hvernig þau ætla að breyta samfélaginu í þá átt að vera raunni það samfélag sem að Margaret Atwood skrifar í The Handmaid's Tale þar sem þetta verður svona hvítt samfélag sannkristna hægri sinnaða einstaklinga þar sem að það verður henni búin að útiloka og losa samfélagi við það sem að þetta fólk kallar óæskilega einstaklinga og óæskileg áhrif á æsku landsins. Þau fela sig á bak við það að þau séu að bjarga einhverju því að sjaldan það nú þannig að fólk trúir því sjálft að það sé vondi kallinn, ef við getum orðað þannig. Það trúir að það sé að gera eitthvað rétt. Alveg svo nasistar í seinni heimsstyrjöldinni, þeir trúðu að þeir voru að gera eitthvað rétt og meiri segja stóð á hjálmum þýskra hermanna Guðir með okkur. Og það nú þannig í stríði að það skiptir engu máli hvoru megin víglínunar þú ert, hvort sem það í stríðsátökum þar sem að það notuð vopn eða hvort það í svona menningarstríði en svo hefur stundu verið nefnt culture war, að þá enginn sem trúir því í raun og veru að hann eða hún eða hán sé röngum megin við línuna sé vondikallinn og þessi leikbók skrifuð og allir vissu af þessari leikbók löngu fyrir kostningar og margir uppistandarar og svona mannréttindasamtök og annað bentu á þessa leikbók og sagði þetta það sem þeir ætla að gera og þetta bara hræðilegt. Þetta raunverulega bara aðgerðaráætlun, skref fyrir skref runni, þú veist hvað þeir ætla að gera, hvernig þeir ætla að gera það og hvert þeir ætla að stefna og fyrstu 180 dögum nýrra stjórnar að þá lýsa þeir yfir því að þeir ætla að rauninni að afnema öll réttindi transfólks og vinda ofan af það sem að þeir kalla þessum vógisma og hvað búið að gerast? Jú, þeir eru búin að afnema þess lagalega tilvist trans og intersex fólks eins og við fórum í síðast mjög alvarleg að lagalega þetta fólk ekki til þeir eru búin að koma því þannig fyrir að nú það þannig að allir sem eru trans og búin að fara í gegnum leiðréttingarferlið og eru kannski með ökuskírteini og vegabréf með réttri kynskráningu að það búið að ógilda öll þau vegabréf og þau ökuskírteini og þessu fólki gert skylt að sækja ný vegabréf með kynskráningu sem þau fengu við fæðingu
Þetta þýðir náttúrulega ef þú ert transkona sem búin að fara getum allt ferlið og þú farð nýtt vegabréf og á vegabréfinu stendur að þú sett kallkyns og þú ferðast einhvers þá mun sá sem að tekur á móti þér á flugvöllin, tollvörðurinn sjá að þetta samræmist ekki og hvað gerist? Jú, þú verður leitt sem sagt í eitthvað hliðarherbyggi, þú verður strippuð niður, það verður gerð líkams skoðun á þér, það verður jafnvel sett í yfirheyrslu og jafnvel þá þér haldið með að vera að rannsaka málið. Þannig að þú veist, það að fara í ferðalag er orðið ómögulegt. Sem það þýðir að fólk er fast, það er henni í fangi, það getur ekki flúið og þetta er nákvæmlega sama og var gert 1936 að mig minnir að þá voru vegabréf og önnur skilríki gyðinga gerð upptæk þannig að þeir gátu ekki ferðast og þetta er liður í ákveðnu útrýmingaráætlun síðan samkvæmt bókinni þá ætla þeir að stinga öllum steinunum sem eru brotleg við þessi nýju lög sem þýðir það að meira og minna allt transfólk sem að lifi samkvæmt sinni eins samvinsku og búin að fara kannski gegnum allt staðfestingaferlið, það er bara sjálfkrafa með því að vera til, orðið brotlegt við lög, þú veist vissulega teygilegt, en enga síður, þá er það þannig að ef að þeir alltaf framfylgja þessu, þá er mjög lítið sem er hægt að gera til að stoppa þessa einstaklinga, vegna þess að þeir eru nú þegar að skipta út öllum þeim innan FBI, CIA öðrum alríkisstofnunum sem hefur með löggæslu að gera öllum þeim sem að er ekki tilbúinir að styðja þessa hugmyndafræði. Að þeim er bara sparkað þá? Já, þeim er sparkað eða þeim er boðið mútur. Nú nýlega voru fréttum þar sem að þeir buðu fleiri 100.000 ríkisstarfsmönnum að þiggja biðgreiðslur upp á 8 mánuði með því að segja upp að því að þeir ætla bara að koma að sínu fólki. Þannig að þarna reynir á svona þennan, sko, það er náttúrulega réttur borgara í lýðræðisríkjum að sína borgaralega óhlýðni. Þarna er spurningum svona hvort að embættismenn raunverulega geti eins og biskupinn og geti auðsýnt einhvers konar borgaralega óhlýðni og hvort að það muni verða í einhverju miklu mæli eða hvort þetta bara muni valta í gegn. Já, sko nú þegar þá er töluvert borgaralega óhlýðni og núna nýlega komin ljós að sko þeir settu af og eru búin að loka öllu því sem að heitir DEA eða DEA sem sagt stofnunum og aðgerðaráætlunum innan Bandaríkjanna og við fórum aðeins yfir þetta síðast þetta þýðir henni sko diversity, equity, inclusion og ableism er sem að þetta hjá mér svona, maður gleymir alltaf skamstónum og þetta snýst rauninni að innan stjórnkerfisins er systematist verið að vinna móti misrétti, að vinna móti því að til dæmis að það eru hópur af fólki sem að sækir vinnu og hérna áður fyrir þá var það bara sjálfkrafa hvíti gagkin eða kallmaðurinn fekk vinnuna skipti engu máli hvort það væri hæfur eða ekki það var horft fram hjá konum það var horft fram hjá fólki af latneskum uppruna og svörtu fólki og fólki af frumbyggjaættum og fram hjá hinsegin fólki og það var bara, þú veist, oft sem að það var bara talið í lagi líka eða kom upp að fólk var hinsegin og það var rekið DEI eða DEIA það fer mismundi eftir þú veist, hvaða ríkisstofnun á við, hvort að það sé verið að AEð sé tekið inn eða ekki og AEð er náttúrulega þú veist, stendur fyrir að vinna gegn misrétti gagnvart föllum og það er búið að leggja þetta allt niður og fólk heldur þetta sé mjög margir halda þetta sé fyrst og fremst verið að beina spjóti sínum að transfólki og hinsegin fólki en þetta mun bitna á öllum minnihlutahópum og þar með konum líka. Þetta vinnur gegn konum, þetta vinnur gegn svörtum, þetta vinnur gegn fötluðum og þetta vinnur gegn fólki af frumbyggjaættum. Þannig að þú ert raunin að fara aftur til þess tíma sem að rauninni er slagorð Trump
þú veist búin að vera allan einn tíma Make America Great Again til þess tíma kringu 1950 þegar það var ríkjandi aðskilnaðarstefna í Bandaríkjunum og hvítir ófallaðir gagnkynhneigðir karlmenn voru algjörlega á toppnum allstaðar í samfélaginu. Það er það sem að hann vill snúa samfélaginu aftur til og þannig að þegar hann segir Make America Great Again þá er hann bara að tala Make America Great Again fyrir hvíta gagnkynhneigða ófallaða karlmenn og það er það sem að þessi playbook, þessi leikjabók Lucifers, þó ég efast að Lucifer væri svona vondur við ákveðna, þannig er þetta bara vondur við alla að hérna sem að Trump og Co vill gera og það er sem sagt, þessir einstaklingar innan þessa öfgahægri kristnu fasistarhreyfinga þarna í Miðvesturríkjunum eru búin að hanna aðgerðaráætlun skref fyrir skref hvernig þeir ætla að fara að þessu og þeir eru byrjaðir og þeir eru alveg á fullu. En er þetta bara þegar þú nefnir þetta þeir sko sem hafa skrifað þessa bók þetta er bara gríðrætt gang er þetta bara eins og Ku Klux Klan einhvern veginn gaurar eða svona? Já, sko þú veist þessir þetta eru hérna Er það vitað skilur komaði fram það er alveg vitað og þetta eru þú veist það eru nokkrir sko þetta eru margir kallmenn sem skrifa þessa bók og Trump er meðal annars titlaður sem svona þú veist í bókinni þó hann hafi raun ekki skrifað neitt í henni sjálfur aðal rithöfundinir hérna núna bara man ég ekki hvað þeir heita ég gleym alltaf nöfnum á fólki að hérna þeir koma úr mörgum áttum þeir koma innan úr stjórnsýslunni þeir koma innan úr þessari hreyfingu öfgahvítu hægri hérna kristnu hreyfingu einn eða tveir þeirra eru fyrirverandi sjónvarspredikarar og Trump hefur ekki beðið á að skrifa þessa bók þetta er fólkið og hreyfingarnar sem eru búin að vera að borga fyrir hérna og koma Trump til valda líka sko þegar hann komst til valda 2016 þú veist þetta er fólkið sem búið að vera bak við hann alla tíð þannig að þessi hugsun að Trump sé bara svona nettbrjálaður og vekur náttúrulega eða vakti upp svona kannski einhver leiti spenning svona þá bara hvað mun Trump gera að því hann væri svo svona trúðslega mikið ólíkindatól það er þetta svona sem að kannski mörgum fannst áhugavert og einmitt eins og við ræddum þetta sína vald sitt sko svona þetta fasísku áhrif að geta bara gert hvað sem er en það sem þú ert að raunverulega að segja og fleiri það er þetta að þetta er sko, hann er þarna að fylgja ákveðinni aðgerðaráætlun sko það er bara í gangi, þetta er ekki svona og þá spyrir maður, og hvað er þá næst? Sinns er þá ekki hægt að fletta bara upp í bókinu og sjá hvað verður næstu kaplar? Jú, þetta er til á netinu og að þú ferð og bara googlar Project 2025 og nennir að lesa þetta þú veist, í gegn að þá er þetta bara þetta er mjög skuggaleg heimsýn sem að blasi þar við og hérna fyrir kosningarna 2016 og fólk svona vissi ekki almennilega Trump hefur alltaf verið þannig að hann vilji verið í sviðsljósinu hann er svona þessi narsissíski einstaklingur sem að þarf að upphefi sjálfum sig og annarra manna kostnað hann er einstaklingurinn sem gerir lítið öðrum til þess að þykist vera meiri hann er þessi rekkjusýn á skólalóðinni og rúmlega það og hann er ákveðin trúður en hann er ekki sá sem að kom sjálfum sér til valda heldur eru það öfl þarna bakvið sem að eru með mjög skýra sín á hvernig við vilja hafa heiminn og Margaret Atwood rithöfundur sem skrifaði Handmaid's Tale að þú veist þetta er bara rauninni það er það sem að þetta fólk vill stefna bara ljóst og leynt og það hefur verið bent á það en það er nú bara þannig að það er oft fólk vill ekki trúa hlutunum fólk vill ekki trúa hlutinni séu eins slæmur og eru og það er oft sagt að ég verð ekki með þessa bölsíni eða verð ekki gera úlfald úr mýflugu og svona og þetta var sagt um fólk
áður en Hitler komst til valda og þetta var sagt meira að segja í Bretlandi þá var gert lítið úr því sem Hitler var að gera alveg framundir meira að segja eftir að reyðast inn í Pólland eftir að reyðast inn í Pólland þá var trúðu svona fjöldi fólks annars staðar í Evrópu að það var ennþá að semja við hann og við erum bara að sjá nákvæmlega sama gerast núna við sjáum ráðamenn hér á Íslandi og annars staðar í Evrópu tala að þau ætla að semja við Trump þau ætla að ná samkomulagi við þessa vinaþjóð en það sem þau skilja ekki að þau eru ekkert að semja við einhverja vinaþjóð þau eru að semja við einn einstakling sem hefur mjög öflug samtöku bak við sig og hópa fólki sem hefur mjög fasíska og skýra sín og hvernig þau vilja breyta Bandaríkjunum og öllum heiminum og það er ekkert sem að stoppar þau nema að fólk fara að taka þetta alvarlega, rísa upp á afturlappinu og segir hingað ekki lengra og svo betur fer eru við farin að sjá það að gerast bæði innan og utan þings í Bandaríkjunum sérstaklega eftir að þetta mál kom upp í sambandi við CDC að það komi ljós að rauninni að þú veist CDC kerfi sem að heldur utanum til dæmis eftirlaunakerfið í Bandaríkjunum bæði á fyrrverandi hermönnum og öðrum opinberu starfsmönnum allt einu komi ljós að Elon Musk var með upplýsingar alla opinbera starfsmenn bara kennitölu, heimilisfang, allt saman og það komi ljós að hann með 5 svona unga stráka alla svona bara rétt nýskriðnir yfir 20 sem eru sérfræðingar í að hakka og þeir eru bara komnir með allar upplýsingar og alla stjórn á þessu kerfi. Þeir geta núna stoppað greiðslur til dæmis eftirlitsþega til fyrrverandi hermanna og svo framvegis. Þeir geta stoppað á þeim forsendum að... Ég bara rafrænt. Já. Þannig að þú veist, segjum það að þú ert fyrrverandi hermaður og þú ætlar að fara í bankan og þú átt vona því að fá eftirlaun að því þú ert komin á eftirlaun og þú ætlar að sækja eftirlaunagreiðsluna þína og þá er þið bara sagt í bankanum nei, hún barst ekki frá ríkinu. Og það þarf enga, sem sagt, það þarf ekki að gera grein fyrir því kannski, en er þó rökin þau að þessi einstaklingur sé óæskilegur þá líka á einhvern nátt? Nei, ég meina að þú veist, þeir hafa bara völdin. Já. Þú veist, þeir hafa völdin til þess að stoppa greiðslur, láta greiðslur svona sitja í kerfinu óútskýrðar mjög lengi og fólk sem að kannski á eftirlaunaaldri eða þú veist þarf á einhvers konar tryggingabótum að halda það lifir ekkert lengi á þess að fá þennan pening þetta veldur upplaust þetta veldur vanlíðan og þetta mun auka ofbeldi sem er hluti af þessari leikjabók að auka upplaust og síðan kenna öðrum þú veist, transfólk er kannski 1% af Bandaríkjunum innan við það. Transkonur eru þá 0,5% eða minna. En nú þegar eru þeir búin að vera að reyna að klína því á transkonu sem er í hernum að hún hafi verið að fljúga þyrlunni sem að olli slysinu núna þarna í Washington daginn. En hún var ekkert í þyrlunni. Hún er ennþá lifandi en þyrluflugmenni sem voru báðir sískynja gagginir hvíti kallmenn og létust í slysinu að það er verið að reyna að sópa því undir teppi og er verið að búa til svona upplýsinga óreiðu og Elon Musk og þetta teymi sem er í kringum hans af þessum stráklingum eru að ýta undir upplýsinga óreiðu og alls konar aðra óreiðu eins og fjárhagslega óreiðu og það veldur reiði, það veldur upplaust og samkvæmt leikbókinni þá er verið að ýta undir þá hugmynd hjá almenningi að þetta sé út af þessu DEI kerfi og þetta sé meðal annars út af hinsegin fólki og þá sérstaklega transfólki. Já, þetta slýsa vorðið. Já, og ekki bara þetta, heldur allt sem að fer úrskeiðis. Já. Og þetta gerði nasistar með gyðinga og hinsegin fólk í seinni heimsstyrjöldinni. Fundi blórabögluna og kendi allt sem og þegar þú ýtur undir alla þessa reiði að þá er þú líka steik frýr. Þá getur stjórnvöld sagt, þetta er ekki okkur að kenna þegar allt einu þá er bara, þú veist,
almenningur, hægri vinstri gengur með múrsteina og bara heikvíslar og í nútíma nornaveiðum að drepa hver einustu transkonu sem þeir finna. Stjórnvöld gerðu það hér með útlendinga þegar það fór allt í eins og kostningarnar þetta fór að snúast útlendingamálin og eins og útlendingar og innflytjendur og fólk á erlendu bergi brotnum væru allt í orðin ábyrg fyrir sem sagt okkar heilbrigðishruni, heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og þannig að það er þessi svona sama lógík, það er að finna einhver blóraböglana og sem sagt afsala sér ábyrgð og að leyfa sér það og það kallast líka ekki populismi og ef lengra er gengið í því aðgerðaáætlunni þá er það fasismi má segja. En sko það sem er svolítið óhugnalegt líka þú ert að lýsa þarna ferðalögum segjum svo að það er fjölskylda sem ákveður að fara í ferðalag og hefur ekki lesið á netinu eða ekki lesið þessa leikbók Lucifers sem kallast svo eða Project 2025 sem voru að vísi og hefur ekki kannski hlustað á ræðurnar og svona ég segi svona hvernig áttu endilega að vita ég er transkonu og er að fara í ferðalag fjölskyldunum minni ég kannski fylgist eitthvað með fréttum en ég hef ekkert alveg fylgst með þessu með passana eða sem sagt að ég eigi að sækjum nýjan passa þannig ég fer bara með gamla passan minn ef hann er ennþá í gildi en faktis séð samkvæmt lögunum þá er hann ekki lengur í gildi hann er ekki lengur í gildi en sem svo ég veit ekki að hann sé ennþá ekki hann er bara samkvæmt mínum heimildum er hann ennþá í gildi dagsetningin er rétt og svo leiðis en nú leiðu þú kemur á flugvöllin þá ertu stoppuð vegna þess að það er búið að gefa út að þessi passar á þetta fólk sé ekki lengur í gildi og þegar þú kemur á flugvöllin að þetta er alltaf rafrænt og það er nefnilega málið við lifum á öld þar sem þetta er allt svo rafrænt og þú kemur passaðinn sem að þú heldur að sé ennþá í gildi og flugstarfsmaðurinn hann flettir þetta upp og segir nei því miður það stendur hérna að passiðinn sé ekki lengur í gildi og þú getur ekki farið borð í flugvélina þú verður að snúa fara í þessa stofnun og það getur vel verið að flugstarfsmennir hafa ekki upplýsingar hverju passin er ekki í gildi Nei, hugsaði niðurlæginguna með fjölskylduna farið skemmtuferðina og talandi sko ábyrgðin er þá skellt á mig þú hefðir átt að vera búin að kynna þér málið þú ert ekki lengur sko lögleg manneskja, þú ert ekki með löglegan passa og þú ert ekki eins og lögleg manneskja og eins upplýsingarnir eru í dag einmitt allt á að vera tiltækt á netinu en stundum er fólk bara ekki kannski nettengt af einhverjum ástæðum eða bara færi ekki þessar upplýsingar bara hérna á Íslandi, ég meina það er óveður hvar liggja upplýsingarnar þú veist, það þarf ekki mikið til að fara úrskeiðis til þess að maður velti fyrir sig hvar eru boðleiðir upplýsingarna, þannig að svo er ellilífeyrir þegar sem allt í einu sem sagt hætta greiðslurnar, fá engar upplýsingar kannski það hvers vegna og ef þú ætlar að sækja þér upplýsingarnar þá er kannski mjög erfitt að fá svör sko frá svona kerfi. Það tekur tíma, þú veist þrátt fyrir þetta stafræna kerfi okkar og það er alltaf gerast mjög hratt og getur faktiskt séð gerst mjög hratt og það er ekkert sem segir að það er að gera svona hægt að þá er ákveðin tregða í kerfinu og þessi tregða er má segja byggð í kerfið þannig að þú þarft alltaf að fara gegnum fleiri en eina stofnun og þú þarft að fara gegnum margar stofnanir smáfyrirtæki og einstaklingar tala þetta þegar er að bara fá skráningu fyrir fyrirtæki sitt þá þurfa að fara gegnum svo margar hindranir í staðan fyrir að fara gegnum eina stofnun og það er sama fyrir transfólk sérstaklega í Bandaríkjunum annars staðar þar sem er ekki kynrænt sjálfræði og ég var í gamla kerfinu hérna á Íslandi að ég þurfti að fá uppskrifa frá geðlækni, uppskrifa frá sálfræðing, ég þurfti að sækja 6 mismundi pappíra frá þjóðskrá, ég þurfti að skrifa greinagerð, ég þurfti að fá samþykki frá hópa fólki, sérfræðingum, læknum, að ég væri trans enough, ég væri nægilega trans til þess að halda áfram í ferlinu og fá viðurkenningu. Ég var samt byrjað á hormónum en ég þurfti að fá þessa viðurkenningu til þess að halda áfram og fá rétta kynskráningu. Ég þurfti að borga ógrynna pening til þess að fá rétta kynskráningu og breytingu nafni í gamla kerfinu
þetta tók fleiri mánuði og safna gögnum og senda síðan gögnin jafnvel á sama staðinn og suma af þessu gögnum komu þú veist, 3-4 af þessu pappirum sem ég þurfti að borga fyrir að fá komu þjóðskrá og síðan þurfti ég að senda þetta allt aftur á þjóðskrá þú veist, þannig að akkur gæti ég ekki gert þetta rafrænt nei, ég varð að fylla út hvern einasta pappír þannig að þetta tók alveg gífurlega langa tíma og náttúrulega það eru margir sem bara, þú veist eiga mjög erfitt með þetta kerfi og kvíðin verður svo mikill að þeir gefast upp á leiðinni og gefast þá upp á bara lífinu í leiðinni og þetta er svona víðsvegar heiminn það eru örfá ríki sem hafa gert þetta einfaldara með lögum kynrænt sjálfræði en það er ekki þar með sagt að ferlið sé eitthvað auðvelt og það er ekki þar með sagt að þú þurfi ekki að hoppa í gegnum ákveðin, þú veist, þú lappar ekkit inn eins og sumir halda og þú veist, og þessi aðgerðaáætlun Project 2025 gefur undir skóin að transfólk bara lappi inn eina hurð og lappi sér út hina hurðina og er bara búin að breyta sér þú veist, og gangi í gegnum allt saman þetta virkar ekki svoleiðis þú þarft að fara í gegnum ítalegt sálfræðimat, geðmat þú þarft þú þarft virkilega að máta þig við sannleikan og berjast fyrir sannleikanum sjálfa þig og þar skiptir engu máli hvort að það eru lögum kynrænt sjálfræði eða ekki það er ekki það myndi enginn velja að vera trans ef að við höfðum val ég meina þú velur ekki eins og í mínu tilviki þegar ég þóttist vera hann að vera, þú veist, hvítur gagnkynhneigður karlmaður í góðri stöðu og í bara yndislegu hjónabandi þú velur það ekki að henda þessu öllu frá þér og verða hluti af einum jaðarsettasta minnihluta hópi á jarðkringlunni bara að því að það er svo töff það er að því ég hafði ekki val þú veist, baráttan var alltaf til staðar ég var að berja skeitt sjálfa með mér sko 24 tíma sólarhring og þetta var eins og að ganga með fjall á bakinu og ég laus við þetta fjall núna en það þýðir náttúrulega að ég þarf að horfast augu í augu við fólk sem að hata mig en ég skal frekar horfast í augu við það heldur nokkuð tíma að taka fjallið aftur og setja það á bakið en það sem að það er verið að gerast núna í Bandaríkjunum með því að neyða fólk að taka upp vegabréf með gömlu kynskráningunni þá er það að valda því andlegri vanlíðan og það er raunni verið að setja fjallið aftur upp á baki á því og líka það að þá veita með því að fara í ferðalag með ranga kynskráningu býður upp á vesen í besta falli, bara smávælið vesen á komustað og í versta falli algjörlega niðurlægingu og jafnvel fangelsisvist fyrir að vera með pappir sem samræðast ekki því að þú veist ef ég væri með vegabréf með minni mynd réttri mynd og það stæði mail þú veist, M í vegabréfinu og ég færi þú veist til Bretlands bara rétt hjá þar sem ég var í skóla í háskólanámi þá myndi ég lendi því að ég var tekin af lögreglunni inn í sérherbyggi ég var strippu niður það myndi manneski með gúmmívelling fara inn í allar hólur til þess að tjekka og þau myndu samt ekki vita það að ég væri ekki líffræðilega fædd kona að því ég er búin að fara í gegnum allt ferlið þau þurftu að láta mig í sérstakt próf því það er ekki nóg að fara í blóðpróf það þarf að fara í sérstakt próf til þess að ákvarða hvort að ég sé með X, Y, XX litninga og það er ekki einu sinni víst að ég sé með það vegna þess að þetta er svo dýrt próf að allt mannkynið hefur ekki verið prófað það er fullt af fólki sem að er með X, Y litninga en út af SR, Y geninu að þá er það er að segja vöntun á SR, Y geninu þá er Y litningurinn ekki virkur og þannig að það þróast bara eins og líffræðilega konu að ræða fólki er með eggjastokka, það getur átt börn og allt saman og gengur gegnum allt lífið fullkomlega líffræðileg sís kona en það er samt
með exosome litninga og þessi flóra og það sem vísindamenn eru búin að koma stað bara miklu stærri en fólk gerir sig grein fyrir og miklu algengari en fólk gerir sig grein fyrir þannig að við erum kannski má segja intersex þar að segja vera einhvers staðar rófinu sé rauninni normið. En hafa vísindamenn eins og til dæmis erfðavísindamenn sem náttúrulega óbúslega mikil búið að vera í uppgangur í erfðavísindum og gena rannsóknum og slíku. Finnst þér, það því persónulega skoðun að erfðavísinda fólk sé nógu duglegt að koma fram með þessa staðreynd og svona í að því að núna finnst manni sko mikið af kannski erfðavísindum, maður heyrir þau bara meira ég veit ekki, í einhverjum tilteknum svona málaflokkum, maður heyrir svo sjaldan það í svona Nei, það nefnilega sko út af þessu blessa algoritma að þá erum við bara mötuð á því sem við viljum láta mata okkur á og það eru til fjölda fræðigreina þetta og það er fullt af erfðafræðingum og lífendafræðingum og líffræðingum sem eru búin að benda á þetta alveg fleiri hundruðir nýleg rannsókn til dæmis að því að ein mýtan að transkonur hafi eitthvað líkams yfirburð gagnvart sískonum þegar kemur að íþróttum sérstaklega transkonur sem hafa farið í gegnum karlkyns kynþroska en nú kemur bara ljós í nýjum rannsóknum mjög ítarlegum rannsóknum að transkonur að því að ferlið allt það mikið álag og líkamann og að það er raunni standa hallari eða standa verð að vígi þegar kemur að ákveðnum íþróttum og flest öllum íþróttum heldur en sískonur út af ferlinu sem það er búin að fara í en það er ekkert verið mikið að halda þessu á lofti það er vegna þess að sko hverjir græða og það er stundu sagt til þess að komast að sannleikanum hlutina þá bara follow the money eldu peningana. Já, það er tryggingafyrirtæki og ýmis fyrirtæki nota svona upplýsingar erfðafræðilegar upplýsingar og bara, ég veit ekki, almennar vísindalegar upplýsingar mjög mikið til þess að selja þannig, og það er náttúrulega það sem er mikið gagnrýnt hvernig rannsóknar og háskólasamfélag og vísindasamfélagið í Ameríku hefur kannski látið kaupa sig, má segja en þannig að nú er það samkvæmt þessari Project 2025 hvernig ætli sé ekki einhver þá greinum það hvernig ég brjóta niður vísindasamfélagið ennþá meira? Þeir eru að því Bandaríkin er búin að segja sig frá Alþjóðaheilbrigðisstofnun CDC hefur með vísindi að gera líka og sko CDC heldur utanum allar svona upplýsingar og rannsóknir og Fyrir ekki strax búin að gleyma hvað CDC er sko, ég gleyma alltaf svona skamstöfunum hvað er aftur CDC? Já, þú verður að googla þetta því ég vil ekki fara ránt með ég er hrædd við að fara ránt með en þetta ég vona hlustendur árundur muni betur en ég CDC, það er stofnun ég átt að vera búin að googla það en CDC er stofnun sem heldur utanum upplýsingar og upplýsingar fólk upplýsingar fyrirtæki og upplýsingar vísindarannsóknir þannig ef að þú til dæmis þannig að við getum eins og þjóðskjalasafn hérna heldur utanum allar upplýsingar að CDC er unni svona hliðstæða það heldur utanum allar upplýsingar Community Document Center eða eitthvað eitthvað svoleiðis og nú þegar er bara rosalega mikið af upplýsingum sem er bara horfið og það kom í ljós að þetta gengi Elon Musk þessir stuppusna strákar að þeir voru bara systematist að þurrka út alls konar pappíra sem hefði að gera með ekki bara hinsegin fólk og transfólk heldur í sambandi við fóstureyðingar í sambandi við eyðni rannsóknir, HFF rannsóknir í sambandi við glasafrjókun og aðra frjókunar aðferðir fyrir fólk sem gat ekki átt börn allt svona sem er talið
samkvæmt þessum öfgahægri kristnu fasistum sem við notum bara og köllum þetta réttu nafni, þetta er ekki þannig fasistar. Þetta er náttúrulega bara fasismi, já. Að allt það sem að þeir telja að sé stríði gegn þeirra samfæringu, það er búið að vera að þurrka út þessa pappíra. Það er nú kannski einmitt eitt helsta einkenni á fasisma þegar hann kemst til valda að þá einmitt eru svona skjalasöfn og gagnasöfn eru mjög í hættu. Annarkvort er þeim eitt eða þau eru hertekinn og gögnin eru notuð gegn þegnunum. Sem sagt, það er upplýsingaveitur sem hafa verið eiginlega kannski bara mjög til grundvallar lýðræðinu. Þessar stofnanir geta á einni nóttu orðið sko að helsta vopni svona alræðisafla og fasískra valdaafla. Sömu stofnanirnar, þannig að það er eiginlega þá enn eitt merkið að þarna er mikill fasískur uppgangur. Já, og þessu hefur verið líkt við bókabrennunar þú veist, í Þýskalandi nasismans. Þú veist, þá voru náttúrulega öll skjöl og annað á pappírsformi og þetta var, þú veist, þetta voru ekki bara bækur, þetta voru skjöl og rannsóknir og vísinda rannsóknir sem að voru brendar. Nú er þetta allt á tölvutekkuformi í einhverstað gemt í einhverjum skýjum á gagnagrunni og það að þetta sé verið að eyða þessu systematist út af þessu gagnagrunni, CTC, er ekki annað en nútíma bókabrennur. Og sem betur fer þá eins og þá hafa risið upp alls konar samtök og einstaklingar og sumir hverju einstaklingar sem að hafa náða að því það er til svona það er til forrit og upp sem að ef að þú eyðir ykkur af netinu þá er til svona það sem ég kalla draugaslóð af því í einhver tíma. Og það er til fólk sem getur fundið og afritað þessa draugaslóð og ekki það ég kunni það en og þetta hljómar eins og vísindaskáldsaga en það hefur verið mjög duglegt að endurheimta mikið af því sem að er glatað og opnaði nýjar vefslóðir sem að fólk getur leitað eins og ein er kölluð ctcresearch.com eða eitthvað svona sem að er ekki tengt CTC heldur er bara vefsíða sem að var stofnuð og þannig að núna erum við að sjá svona ákveðið internetstríð í gangi þar sem að það er annars vegar hópur fólk sem er að reyna að eyða út rauninni alls konar upplýsingum rannsóknum og heimildum sem náttúrulega heimildir sem eru notaðar til dæmis í dómsmálum sem sagt þegar það er sagt þú eru bara af hverju ef einhver fær ekki lengur greiðslurnar sínar lífeyris greiðslurnar, já, þú getur bara lögsótt þá ríkið, það er alltaf eða þú getur lögsótt, en þá eru kannski ekki gögn lengur til þess að nota í dómsmálunum. Og líka þetta eru upplýsingar þetta er eins og upplýsingar fyrir konur sem hafa orðið fyrir orðið fyrir því að vera nauðgað og það eru kannski óléttar og það eru að leita hvar sé öruggt að fara í þungunarof og allar upplýsingar þungunarof sem voru innan CTC er búið að fjarlæga. Þannig við erum að tala sko, það er verið að veiga að heilbrigðisþjónustu kvenna, allara kvenna, ekki bara transkvenna, heldur allara kvenna og það að etja, þú veist, einhverja úlfúða milli transkvenna og sískvenna á endanum og það sorglega er að það er svo marga konur sem eru að taka þátt í þessu þær sjá ekki hvernig þetta skadar alla konur ein reglugerðin núna sem að republikanar er að reyna að berjast fyrir að vera samþykkt af þinginu og mun þá gilda í öllum fylgjum en gildir nú þegar í einum 20 fylgjum af 50 í Bandaríkjunum er að það megi taka ungar konur í líkamskoðun og þegar við tala ungar konur þá erum við að tala börn alveg niður í 4 ára í líkamskoðun ef það er grunur að þessi trans þetta þýðir bara að allar konur og allar stúlkur eiga yfir höfði sér ef þær eru í sundi eða baði eða almenningssalerni og það kemur einhver fulltrúi og heimtar að fá að kíkja þar naktar en málið er að þú veist það er engin munur á líffræðilega fæddri konu og transkonu sem er búin að fara gegnum allt ferlið
bara með því einu að horfa eins og ég segi, þú ert að fara með þig í genaransókn til þess að vera viss. Þannig að þetta raunverulega verið að lögleiða ofbeldi. Það er verið að lögleiða ofbeldi á konum og gegn konum. Gagnvart öllum konum. Gagnvart öllum konum, já. Og gagnvart raunverulega mjög stórum hluta þjóðarinnar, sem sagt, samkvæmt þessari bók líklega, þá er ekki stoppað. Já, gagnvart þessari bók, þá er líka verið að taka út sko þjónustu við fatlaða. Það er verið að taka út alla þjónustu við HIV smitaða og við vitum það alveg að það er ekki bara hinsegin fólk sem er HIV smitað. Heldur er gagginett fólk sem er HIV smita líka. Þeir eru nú þegar búin að taka í burtu alla fjárhagsaðstoð við HIV í Afríku og þeir eru búin að skera niður og hætta og gefa út á tilskipun. Það er lyf sem undir PrEP sem maður ætti að taka og þá verður þó þú svo vel með einhverju sem er HIV smitaður, það farði ekki HIV. Þetta lyf hefur verið niðurgreitt og aðgengilegt öllum sem vilja og bara þurfa að biðja það. Þeir eru búin að henda þessari áætlun út úr gluggann sem þýðir að lyfið verður svo dýrt að það er ekki nema fyrir örfá einstaklinga að kaupa það. Þeir eru búin að taka út eins og ég segi með tæknifrjókanir, með þungunarof, upplýsingar. Þeir eru búin að taka út alls konar sálfræðiþjónustu. Þeir eru búin að taka út alls konar fötlunarþjónustu. Þeir eru búin að taka út alls konar þjónustu þegar þú verður fyrir glæp af rasískum toga. Það er að segja að þú ert manneskja sem verður fyrir því að það eitthvað ræðst á þig að þú ert svört eða latnesk eða að frumbyggja ættum og ætlar að leita að rétta þeins út frá þessu að þú hefur orðið fyrir hatursklæp. Það hafa búið að taka allt út í sambandi við hatursklæpi. Þetta er nú þegar búið að gera á þessu stuttutíma. En hefur þú þorað að lesa þessu bók Project 2025 til enda? Ég er ekki búin að lesa bókina. Nei. Bara að því að þú veist, ég bara fylltist ótt að því ég byrja að lesa hana. Já. En það eru samtök eins og Human Rights Organization og fleiri samtök sem hafa gefið út svona, hvað hefum segja, úrdrætti, einfalda úrdrætti, svona til að sjá bara hvert stefnir og ég er búin að lesa þá og mér fannst það alveg nóg. Og mér fannst það bara, þú veist, ég bara trúði ekki, þú veist, ég vil þó að ég sé transkona og ég hafi upplifað alveg ótrúlega mikið hattur og einskinni og frá ótrúlega mörgu fólki og frá, þú veist, fólki sem er jafnvel, þú veist, eru feður og mæður og afar og ömmur og þú veist, svona það sem að fólk myndi segja að vera góðborgarar að sem mér er sagt að ég þú veist, að bara vera dregin bak við skúr og vera skotin í hnakkan og eitthvað svona, alls konar svona hlutir að Þú kannski þolir ekki alveg, þetta er ekki bók sem að þú bara treystir til að lesa frá að til að lesa, þú veist, einhverja svona aðgerar áætlun upp á fleiri 100 síður það sem er verið að fara bara mjög systematískt í hvernig að útrýma fólki eins og mér og rauninni sjá til þess að hinn hvíti gagnkynhneigði ófatlaði karlmaður sé ófrávíkjanlega á toppnum og allir aðrir séu honum undirgefnir og nota það sem afsökun af því það er það sem að Guð vill að það er bara, þú veist, það er bara varla leggjandi að nokkra manneskju lesi gegnum þetta og hvað þá manneskju sem tilheyrir minnihlutahóp. Það er eins og þú nefnir Margaret Atwood og fleiri rithöfundar sem hafa skrifað svona sem kallast dystopíur og það hafa verið að gera þáttaraðir og við vitum öll sko möguleikan á þessu en eins og segir það er svo erfitt að trúa því og þarna er þetta, þessi bók þessi leikbók Lucifer sem við kallum því ljóðræna nafni svona, sem er kannski langt í frá að vera ljóðræn þetta er ekki skáldskapur, þetta er aðgerðaáætlun og sko, maður verður eiginlega bara ég segi fyrir mig, ég ætla nú eiginlega herða mig upp
vita hvort að maður geti ekki lesið kafla á kafla að því að kannski myndur ekki segja að vera dálítið í húfi að eins og þú sagði síðast að við ekki leifum okkur ekki að vera svona hissa eða þannig og bíða og hingra og bara svona bíða eftir að þetta hlýtur að ganga á þetta og bara hann svo mikil trúður og hann svona þetta að við virkilega horfumst í augu við þetta alvöru aðgerðaráætlun sem ógnar okkur öllum. Við þurfum að fara að taka Trump alvarlega vegna þess að sama hvað álit við höfum á honum og að hann sé illa máli farinn og tala stundum tóma vitleysu og sé heimskur og veit ekki neitt og svona, ekki bara að þá hann þá hann bara frontur hann bara fronturinn og meiri segja hugsanlega þá var hann valinn sem frontur til þess að við myndum ekki taka ógnina alvarlega. Ógnin raunveruleg. Ógnin líka þannig að í langflestu tilvikum hún ekki í sviðsljósinu. Heldur það allt fólkið sem á bakvið Trump. Og það að þú veist, sko bandaríska þjóðfélagið fór hliðina og algjörlega hneykslast á því að Hillary Clinton skildi hafa sendt einhverja tölvupósta á 1M sem hún hefði ekki átt að gera. Það sem að Donald Trump þegar búin að gera og á leiðin að gera og einhverju hluta vegna bandarískt þjóðfélag ekki frá hliðina. Það bara eftir öxlum. Og við erum að sjá bara vestrænt samfélag bara, þú veist, vera að sigla bara að feigðarósi, þú veist, algjörlega meðvitundalaust eða meðvitundalítið þar sem að fólk á kaffistofunni út allan bæ þeim einhvern veginn drull alla, eins og ég sagði síðast þegar ég kom inn þetta eins og ljóðið fyrst komu þeirra eftir sósíalistanum ég gerði ekki neitt að því ég var ekki sósíalisti ég meina, þú veist fólk það á eftir að vakna einn daginn við hversum vond og mikil áhrif þetta á eftir að hafa á okkur öll kannski ekki fyrir en þetta fyrir að hafa virkilega vond áhrif þegar allt einu það komin fullt af bandarískum hermunum hingað vegna þess að hann ætlar að taka við Grænland og það þegar herstöð hérna að hluta þó að opinberlega þá sé engin herstöð á Íslandi þá bara vitum við það bara núna undanfarin ár þá þau búin að vera að byggja og laga og breyta og stækka og og hvað þarf að gera, þetta svo bara í lofslagsmálunum hvað þarf að gera til þess að Íslendingar fatti það og að þetta sé ógn fyrir okkur þarf að vera eða einhver ógn til dæmis fyrir náttúruna að við höfum ekki lengur hreint vatn að við getum ekki gefið barninu okkar hreint vatn munum við þá vakna og þetta með mannréttindi líka hvað þarf að koma fyrir okkur hérna til þess að við áttum okkur og tökum þetta alvarlega eins og segja, þarf að koma hérna bara her eða verður það ekki einu sinni nóg? Það verður ekki nóg. Þar hver og einn lendi því að fara út á völl og hérna get ekki ferðast að því að í helgarferð til Parísar að því að allt í henni passin af einhverjum ástæðum ekki hérna löglegur eða... Ég hreinlega bara veit ekki hvað það þarf til þess að fólk vakni vegna þess að við mín kynslóð og yngri kynslóður ólust upp við það að hneykslast á öllu fólkinu sem gerði ekki neitt í uppgangi nasismans við erum að sjá söguna endurtaka sig leikum við skref fyrir skref það sama leikbókin leikum við í gangi núna og nasistar fylgdu í sínu áráðustríði þeir notuðu blórabögla þeir notuðu hinsegin fólk, þeir notuðu gyðinga núna verið að nota múslima nú verið að nota hinsegin fólk transfólk sérstaklega nú verið að nota innflytjendur en það verið að draga fólk á tálar og gera fólk að fíblum og ég held að hver og einasta einstaklingu þarf að horfast í augu við sjálft sig og segja, ætla ég
að vera þetta fíbl og láta draga mig á snærunum eða ætla ég að standa upp og segja hingaðu ekki lengra. Og eins og þú segir í grein, ætlum við að vera, getum við, þú hvattir fólk bara til þess að vera á móti hatursorðræðu. Já. Bara og opinberlega koma fram með það, ég samþykki ekki og ég get ekki tekið þátt í þessu og ég vil ekki taka þátt í. Það geta allir bara, þú veist, á kommentakerfanum í Vísi þegar kemur ykkur grein, viðtal við einhverju mannesku eins og bara núna daginn Alexander Brím og Helgu Dögg, þú veist, þegar Vísir skellti þeim upp á móti hvort annari eins og þetta væri ykkur skoðana debatett sem þetta ekki vegna þess að þú veist, transfólk ekki skoðun þú veist, þú getur ekki haft skoðun á því hvort að eitthvað önnur manneski á að vera lifandi eða ekki vissulega getur haft á því skoðun en það bara ekki skoðun. Máli snýst ekki það, hvað þér finnst persónlega að kommentakerfið það var bara 90% af því var bara ógeðslegt og ég í grúpu sem að svona partihópur kallað fordómavaktin þar sem að við erum að berjast gegn fordómum bara með að setja inn eitthvað jákvætt við erum ekki einu sinni að svara þessu fordómum við erum bara að setja eitthvað jákvætt þú veist, flott hjá Alexander Brím og ég stend með henni og bara með því að nota rétt fornöfn ég stend með henni því hún vissulega hún á meðan þú veist það voru svona eins og ég segi bara venjulegir góðborgarar sem voru að skrifa þú veist varaleitaðar kall í kjól og allt þetta sama gamla klesju orðfærið eineltið bara, gamla ofbeldið og eineltið og bara með því að setja inn eitthvað jákvætt með því að standa með transfólki og gera það í verki ekki bara segja það, heldur sína það á þínu vinnustað setja upp, þú veist hinsegin-fánan og transfánan sína það að þínu vinnustaðar sé öruggt skjól ef einhver í kringu þig byrjar að tala, þú veist illa transfólk, hinsegin-fólk, innflytjendur múslima, fólk frá Palestínu, þú veist bara segja, herðu ég ekki hérna til þess að hlusta þetta þú getur bara sagt þetta eitthvað staðar annars staðar ég ætla ekki að rökræða við þig en ég vil ekki hlusta þetta bara takk þarf ekki að segja neitt meira þú þarft ekki að réttlæta þína afstöðu því að hatrið réttlæti sig aldrei þeim finnst það alltaf hafa rétt á að segja hvað sem og þau beita fyrir sig endalaust að þau sé gera þetta til þess að venda börnin en málið eins og hormonablokkarar í 90% tilvika þetta notað við hjá sísbörnum til þess að berjast á móti krabbameini sem að tengt hormonum til þess að berjast á móti bráðþroska í bara örfáum tilvikum þú veist innan við 10% tilvika þar sem að hormonablokkar notaðir það notað hjá transbörnum og ef að transbörnin séðan ákveða hætta á hormonablokkarum þegar eru orðin ákveðin gömul þá hafa þau val þau hafa val að hætta á hormonablokkarum og leyfa þessum kynþroska taka við sem að þeim var útlutað við fæðingu eða að fara krosshormón og þannig þau hafa alltaf val. En ef við hugsaum líka að vernda börnin þá verðum við að spyrja okkur viljum við ekki vernda rétt þeirra til kynræns sjálfræðis viljum við ekki vernda tjáningafrelsið viljum við ekki vernda kærleiks kerfi þar sem að við eða bara umbrölindi og frelsi til að vera eins og menn eru það ekki kannski það ekki aðalspurningin frelsi til lífs vegna þess að það snýst að lifa þínu besta lífi og þetta snýst að bara fá að lifa vegna þess að það er rosalega mikið af transungmunum og það eru margar rannsóknir sem styðja við það að ef að þau fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu að þá líður þau mikið betur og transfólk sem að fékk heilbrigðisþjónustu viðeigandi heilbrigðisþjónustu strax sem börn þeim líður mikið betur heldur en til dæmis transfólki sem að fóru gegnum rangan kynþroska vegna þess að fara gegnum rangan kynþroska þá ertu með ákveðin líkamlega einkenni eins og að vera herðabreið eða of hávaxin eða með ofbreiðan kjálka eða eitthvað annað sem að veldur alltaf ama í hver skipti sem þú lítur spegil þú veist, ég meina
það bara, þú veist, ólýsanlegt fólki sem að hefur ekki gengið í gegnum þetta að reyna að útskýra hvað þetta eins og, þú veist, bara segjum það, ef að þú ert sátt í eigin skilni og þú kona, þú ert sískona, reynda að ímynda að allt einu morgun þú vaknir þessi kallmaður og allir í kringu þig segja við þig þú ert kallmaður, þú átt að vera kallmaður en þú veist að þú ert ekki kallmaður þú veist að þú ert kona og það að vera föst í röngu kynhlutverki helvíti það verri en helvíti og þegar börn að gangi í gegnum þetta þú veist, og þegar börn gangi í gegnum að fara í gegnum ranga kynþroska og fá ekki hormonablokkera og þau sjá, þú veist, allt innu þau að fá rangan hárvöxt eða eins og með transmenna þau að fá brjóst það veldur svo miklu kynama að mörg hver fara í mjög djúpt þunglindi taka í líf eða byrja að skera sig og ég get sagt þér að, þú veist ég veit varla neina transmannisku sem að fór ekki rangan kynþroska sem á ekki einhverja sögu geðran vandamál út af því þannig ef þeir virkilega andum börn öll börn en ekki bara sum börn þá það besta sem að þú getur gert að veita öllu börnum viðeigandi heilbrigðisþjónustu og þar með talið að veita transbörnum viðeigandi heilbrigðisþjónustu Það hægt að byrja og berjast gegn því að ofan á þessa vanlíðan að þá sé raunverulega verið að réttlæta út heim útskúfun og ofbeldi gagnvart stóru hluta bara okkar og við sjáum þetta svokallaða kynjakerfi innhótskurð sem við kalla feðraveldi við sjáum það núna, eina birtingarmyndin að Trump ætla bara að kaupa Gaza og hann ætlar að neyða þjóðir í kringum Ísrael að taka við flóttafólki, hann ætlar að sundra palestínsku þjóðinni hann ætlar að þau láta þjóðirnar í kring taka við þeim þannig að þau verða landlaus þjóð það sem kannski sorglega að viðnámið eða andstæðan og baráttan gegn svona yfirgangi og ofbelds yfirgangi andstæðan vill oft sundrast í mismunandi fylkingar af því einmitt að menn hugsa ég nú ekkert fyrir múslima, ég ekkert fyrir trans eða svoleiðis, í staðan fyrir að líta á þetta, það við erum á móti þessum yfirgangi gegn bara ólíkum minnihlutahópum og fólki sem öðruvísi en þessi einmitt ofbeldsfulli hvíti réttrúaði kallmaður þarna sem með þessa bók í þessar leikbók Lucifers upp á höndina og réttlætir þessa aðgerðaáætlun sem ég held að við ættum nú bara aðeins að líta á allavega ætla ég að gera það áður nú hittus næst ef þú ert til að koma til okkar reglulega þannig ég get verið svona þessi málsvari eða frétta, hvernig orðar þetta? Ég sagði nú bara transfréttaritari okkar. Transfréttaritari. Já, það eitthvað töff. Arna Magnea Danks þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar hérna að Rauðaborðinu og við ræddum þessa eiginlega skelfilegu bók sem því miður ekki skáldsaga sem heitir Project 2025 og svona grundvallarrit í heimsvaldastefnu og yfirráða ofbeldistefnu Trumpismans, má ekki segja það. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og Pétur Fjellsteð fyrir að varpa samræðu okkar yfir til ykkar og förum í 4 mínútur við Rauðaborðið en höldum áfram að ræða málin. Takk. Ekki missa af sýningunni Sögur sem verður í Gerðubergi laugardaginn 8. febrúar klukkan 2. Sögur eru samsýning á verkum fatlaðs listafólks og á opnuninni mun listafólki segja frá verkum sínum. Opnunin og leiðsögn listafólksins táknmálstúlkuð. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is